Komið þið sæl. Í þessu myndbandi þá fáum við að hitta hann Bangsa aftur og Rebba Ref. En áður en að þeir koma til okkar, þá ætlum við að hita upp með einu góðu sunnudagsskólalagi, Djúp og breið. Og krakkar, þið syngjum með heima. Eru þið búnir? Blessa, Bangsi. Ég blessa þér, Rebbi. Heyrðu, hvað þýðir eiginlega þetta orð? Blessaður. Góð spurning. Já. Eins og ég skil það, og ég hef nú mætt í nokkra sunnudagsskóla, skal ég segja þér, Já. þá það að vera blessaður, að vera umvafinn kærleika Guðs. Bara eins og í risastórt handklæði sem nýkomið úr þurrkaranum. Alveg urrandi notalegt. Rebbi, þú ert svo klár. Veistu, ég vissi að þú verður svona refaprestur þegar þú verður stór. Einmitt. Já. Svona heilsust við á Íslandi. Já. Komdu blessuð, Blessuð. komdu blessaður. Já. Og erum við þá að biðja Guð að blessa alla þá sem við hittum? Já, alveg rétt, Bangsaskinn. Svona nú íslenska skemmtilegt tungumál. En Rebbi, Já. það eitt sem ég búin að vera að hugsa. Hugsa hvað? Ég svolítið feimin að vera að tala það. Nei, ég verð að koma þessu frá mér. Rebbi, Já. ég held að ég sé ekki blessaður. Af hverju óskapanum segirðu það, vinur? Jú, af því að ég búin að sjá litlu börnin vera blessuð í kirkjunni af prestinum. Já. Og þá setur hann sér vatn á hausinn á þeim. Það mjög skrítið. Já. En ég hef aldrei fengið svoleiðis vatn á hausinn minn. Já, ég skil. Þú ert að tala skírn. Já, einmitt. Svona skírn. Ég hef áhyggjur af því að það sé ekkert hægt að skíra mig. Og svo á ég líka ekkert svona einhvern síðan kjól. Skilurðu? Og reyndar held ég að ég myndi ekkert endilega passa í svoleiðis kjól af því að ég björn. Bangsi minn, Já. þú ert að ofhugsa þetta. Svo það hitt. Það svo miklu verra. Nú, hvað getur það verið? Sko, ég Björn og við birnirnir, við erum rándýr. Já, ég veit, Bangsi. Þú ert ekkert eina rándýrið hérna. Ég líka rándýr í báðum skilningi þess orðs. Já, ég hafði ekki hugsað út í það. Ég var Rebbar, þeir eru
blessaður í bak og fyrir. Já. Og það þarf engan skírnarkjól til þess. Nei. Þú og ég, Bangsi, við getum alveg verið blessaðir í eigin skinni. Já. Eða kannski réttara sagt eigin feldi. Já, mikið er glöð að heyra þið segja þetta. Bangsaskott, ég held að það hafi aldrei farið fram hjá Jesú að þú sést rándýr. Nei. Guð bjóði þannig til. Já. Þú ert bara eins og þú átt að vera og ef þú vilt blessun Guðs, þá færðu hana. Bless og Guð, þú ert líka góður og hjálpsamur, Bangsi. Já. Þó þú sért rándýr. Takk fyrir, ég ráðna nú bara. En eigum við ekki samt bara að redda þessu með blessunina og ég ekki kannski aðtúa hvort presturinn geti blessað þig sem snöggvast. Kannski sett smá vatn á kolliðin í leiðinni, þá getum við líka haldið veislu á eftir. Það er alveg urrandi nauðsynlegt. Jú, það þætti mér rosalega gaman. En hvað segir á ég þá ekkert að vera að hafa áhyggjur af þessu hérna með kjólinn hvíta? Nei, byrju fyrir þér. Hafðu frekar áhyggjur af því hvar við fáum almennilega rjómatertu. Þú þarft að læra að forgangsraða, elsku Bangsi minn. Ókei, gerum það. Bless! Sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag, hún fjallar þennan hérna mann og hann er ekkert sérstaklega glaður, finnst ykkur það? Hann er eiginlega bara svolítið sorgmæddur og það var ástæða fyrir því. Það var meðal annars það að hann var veikur. Hann gat ekki staðið við lappirnar og hann þurfti að liggja allan daginn. En það var samt ekki það sem gerði hann svona dabran. Það sem var erfitt var að fólkið í bænum hans og í kringum hann
það trúði því að hann væri svona lasinn að því hann væri bara eitthvað ómerkilegur og ætti það kannski bara svolítið skilið. Og þess vegna fékk hann mjög sjaldan að vera með. Hann var skilinn út undan. Svo þið skiljið vel að hann pínulítið dapur. En sem betur fer, þá átti hann vini. Hann var líka heppinn. Hann átti nefnilega 4 alveg rosalega góða vini og þeim þótti mjög vænt hvern annan. Svo var hann líka heppinn vegna þess að hann var til fyrir 2000 árum á sama tíma og sama stað og Jesús. Og einmitt þennan dag sem ég ætla að segja ykkur frá, kom Jesús í bæinn þar sem þessi maður átti heima. Og vinir hans 4, þeir fréttu af því. Og þeir fréttu af því að Jesús hefði ótrúlega hæfileika til þess að lækna fólk. Svo þeir hlupu til vinar síns og sögðu við hann, elsku vinur, Jesús komin í bæinn og við höldum að geti læknað þig. Eigum við ekki að koma af stað? Og hann var sko heldur betur til í það. Þeir bjuggu til rúm handa honum og þeir báru hann að húsinu þar sem að Jesús var að tala við fólk. En þegar þeir komu, þá komust þeir ekki inn í húsið. Það var svo rosalega margir sem vildu hitta Jesú. En þeir ákváðu að gefast ekki upp. Þeir gengu í kringum húsið þar til þeir fundu stiga. Og þeir gengu upp á þakið. Og þeir voru líka svolítið heppnir með það að á þessum tíma og á þessum stað voru húsin ekki svona eins og við þekkjum, heldur voru alveg flöt þök. Þannig þeir gátu staðið upp á þakinu. Og svo gerðu þeir svolítið sem að má eiginlega ekki gera, en þeir þurftu að gera það í þessu tilviki. Þeir bjuggu til gat. Gat á þakið og létu vin sinn síga niður gatið beint fyrir framan fæturnar á Jesú sjálfan. Og Jesús horfði upp og sá vinina uppi og hann var glaður að sjá hvað þeim þótti vænt hvern annan og hvað þetta voru góðir vinir. Og hann sagði við manninn sem var lamaður, syndir þínar eru fyrirgefnar. Svolítið skrítin setning, en hann var að meina, þú ert mjög merkilegur, Guð elskar þig, alveg sama hvað. Og veitir hvað gerðist? Maðurinn var áfram veikur, en hann varð glaður. Hann var glaður að heyra Jesús segja að hann væri dýrmætur og merkilegur alveg eins og allir aðrir þarna inni. En það voru menn þarna inni, svona lögfræðingar og vitringar, og þeir voru að hvísla sín á milli. Hver heldur þessi Jesús eiginlega hann sé? Heldur hann sé einhver Guð? Að hann geti bara vita hvað Guð hugsar og Jesús heyrði þetta. Og hann horfði á mennina og hann sagði, hvort haldið þessi auðveldara fyrir mig að segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða segja við manninn stattu upp og gakktu út. Það náttúrulega auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar því það sést ekki. Svo Jesús horfði á manninn og brosti og sagði stattu upp og gakktu út. Og maðurinn, hann stóð á fætur og gekk út úr húsinu og allir voru hissa á þessu kraftaverki sem Jesús hafði gert. En vitið þið hvað? Við getum kannski ekki gert kraftaverk eins og Jesús, en við getum samt sem áður gert annað fólk glatt og við getum líka verið rosalega góðir vinir. Alveg eins og mennirnir í sögunni voru góðir vinir og gáfust ekki upp við það að hjálpa hver öðrum.